Já, það góð spurning. Hver vill ekki græða 3 milljónir? Þetta í raun og veru, þegar maður að fara í fasteignaviðskipti, þá alltaf snúið að taka ákvörðun hvort að maður á að kaupa fyrst eða selja fyrst. Þegar við erum á seljandamarkaði, þá selst allt rosalega hratt og lítið framboð á eignum og þá betra að kaupa með fyrirvara en sölu. En núna þegar við erum á kaupendamarkaði, þá hægist á sölunni, eignir eru lengur að seljast og það rosalega fáir sem vilja festast inn í löngum keðjum. Því að meðalsölutími eigna 2 mánuðir og keðjan getur orðið 6 til 8 mánuðir. Þannig að segjum að þú eftir að selja og þú gerir tilboð með fyrirvara en sölu og það sett á eignin á 75 milljónir. Það eru 2 að bjóða, annar ekki með fyrirvara en sölu, hann býður 74, þú býður 76 og færð eignina. Þarna eru konar 2 milljónir sem þú getur sparað þér. Þú setur eignina þín í sölu, þú hefur 30 daga til að selja hana, á 25. degi kemur tilboð 1 milljón undir ásettu og þú tekur því. Þarna í raun og veru fuku 3 milljónir vegna þess að þú vildir ekki selja fyrst og kaupa svo. Ég ráðlegg öllum á kaupendamarkaði að selja fyrst og kaupa svo nema ofsalega sértækar þarfir eins og mjög þrönga staðsetningu. Ef þú ert með spurningar um fasteignamarkaðinn, sendu mér línu á ástíðs@húsaskjól.is.